Komið sæl og gaman að vera með ykkur. En hafið einhvern tímann pælt í því hvað verður endurnýjanlegu orkuna sem framleidd er hér á landi? Það má segja að raforkan ferðist frá þessari orkueyju í norðri alla heimsbyggðina. Og að verðmætin sem að búin eru til með íslenskri raforku, þau má finna í bílum á götum Berlínar, vindmyllum á Norðursjó, sólarsellum á Spáni og rafstáli í Japan. Hún er í laxi í búðaborðunum í Whole Foods og drífur gervigreindar lausnir. Þannig að verðmætin sem að hér eru sköpuð eru hluti af daglegu lífi fjölda fólks í heimsþorpinu. En ég má til með að skjóta inn hrósi á allt starfsfólk Landsvirkjunar sem að vinna fjölbreytt störf, sama hvort heldur er á skrifstofunni eða oft á tíðum við krefjandi aðstæður út á aflstöðunum. Því að án okkar allra að þá væri þessi sess Landsvirkjunar og Íslands í alþjóðaviðskiptum ekki mögulegur. En af hverju tölum við íslenskt rafmagn á alþjóðamarkaði? Það er vegna þess að okkar viðskiptavinir eru stór og sterk alþjóðleg fyrirtæki og við erum mjög stolt af þessum viðskiptavinum og þetta er langt og farsælt viðskiptasamband. En sum þessara félaga eru með sterkari efnahagsreikninga en Landsvirkjun. Eitt er að skila hagnaði á dögunum upp á 3 billjónir íslenskra króna. Og fyrir þau okkar sem erum ekki vön að vinna með billjónir, svona frá degi til dags, að þá eru þetta 3000 milljarðar króna. En rætur Rio Tinto, þær liggja í raforkuvinnslu og álframleiðslu í Kanada og móðurfélag Norðuráls er stærsti álframleiðandinn í Bandaríkjunum. Alco og Elkem eru meðal stærstu málmaframleiðandi í Noregi og eru með framleiðslu víðar. Og síðan er það ný kynslóð gagnavera, ný kynslóð viðskiptavina, gagnaverin og landeldið. En þessi fyrirtæki eiga það öll sammerkt að hafa valið Landsvirkjun og valið Ísland eftir að hafa hugsað sér vel Og valið stóð á milli fjölmargra aðila, okkar staðsetninga í Noregi, Kanada og víðar. En þessi fyrirtæki völdu okkur og við völdum þessi fyrirtæki. En saga Landsvirkjunar og saga viðskiptavinana, hún er samofin. Og þetta er líka saga atvinnuþróunar, verðmætasköpunar og bættra lífsgæða. Og við erum mjög stolt af því að hafa í gegnum tíðina stutt við vöxt okkar viðskiptavina, framleiðsluaukningaverkefni, verkefni sem snúa að framleiðslu á verðmætari vörum. Og þannig hefur við getað ýtt undir samkeppnishæfni viðskiptavinana. Og við höfum vaxið með okkar viðskiptavinum með því að vera samkeppnishæf. En ég vil taka það skýrt fram að það er ekki sama sem merki á milli þess að vera samkeppnishæf og að vera ódýrust. Það eru svæði út í heimi sem að bjóða raforku ódýrar til stórnotenda en við. Og Landsvirkjun kippir sér ekki upp við það, vegna þess að það er ekki okkar keppikefli að vera ódýrust, en við bjóðum samkeppnishæft raforkuverð til viðskiptavinana. Ef við skoðum stóra sviðið og berum okkur saman við raforkuframleiðendur út í heimi. Og ef við tökum systurfélög okkur á Norðurlöndunum sem dæmi, Fortum í Finnlandi, Statkraft í Noregi og Vattenfall í Svíþjóð, að þá framleiða og selja öll þessi fyrirtæki miklu meiri raforku en Landsvirkjun. Hvað þá við berum okkur saman við Hydro-Québec í Kanada eða orkurisan EDF sem er með franska rætur. Og það er eðlismunur af því að vera með starfsemi út í heimi og tengingar við aðra raforkumarkaði eða vera orkufyrirtæki hér á landi í lokuðu kerfi eingöngu með endurnýjanlega orkugjafa. Og þessi sérstaða okkar kerfis til viðbótar við stærð Landsvirkjunar í alþjóðlegum samanburði getur gert samningsstöðu Landsvirkjunar snúna í samtölum við alþjóðleg stórfyrirtæki. En viðskiptavinir okkar, saman hvort það eru álverin, kísilverin eða gagnaverin, að þau kaupa til raforku fyrir starfsemi sína erlendis meðal annars af þessum raforkuframleiðendum. Og sömu leyti hafa fyrirtækin á samkeppnismörkuðunum staðið sig betur þegar staðið betur á vígi en orkufyrirtæki hér á landi vegna þess að þau hafa haft orku að bjóða til nýrra viðskiptavina. Og hér erum við að bera okkur saman við stærstu notendur raforku í heimi. Þannig að við erum ekki einungis smá ef við berum okkur saman við raforkuframleiðendur í heimi, heldur einnig þegar við berum okkur saman við okkar mótaðila eða þessar stærstu notendur raforku í heimi.
Rio Tinto nota til dæmis 4 sinnum meiri raforku á heimsvísu heldur en að Landsvirkjun framleiðir. Og þessi fyrirtæki eru öll alvön því að semja kaup og kjör á sínum raforku og eru harðir viðsemjendur. En þetta eru líka eftirsóknarverðir viðskiptavinir. Nú, hér sjáum við að viðskiptavinir okkar eru með mikinn fjárhagslegan styrk og það ekki tilviljun að þessum fyrirtækjum gengur vel. Þau fara eftir tækifærunum en þau eru líka óhrædd við að taka djarfar ákvarðanir, færa til starfseiningar eða mögulega afleggja þær ef að reksturinn ekki nægilega góður. Og þessi sömu lögmál eiga við hér á landi. Verksmiðjan hér ein af mörgum í keðjunni. En hugsunin allt frá stofnun Landsvirkjunar var að raforkuverðið myndi hækka með tímanum. Og Jóhannes Nordal var stjórnarformaður fyrirtækisins fyrstu 3 áratugina og hann nefndi þetta ítrekað. Og allt fram til ársins 2005 voru aðstæður erfiðar. Orkuverð í heiminum var lágt og samningsstaða Landsvirkjunar snúin í lokuðu kerfi. Og fyrirtækið var mjög skuldsett, hafði aldrei greitt skatta og lítinn arð. En árið 2010 markar kaflaskil. Það ár var endursamið við Rio Tinto Alcan í Straumsvík og síðan þá hefur okkur gengið vel við samningaborðið. Og það eru endursamningar við viðskiptavina okkar á síðastliðnum árum sem hafa gjörbreytt fjárhag fyrirtækisins. Skuldir hafa verið greiddar niður og arðsemi hefur aukist. Og eins og Brynja kom inn á áðan að þá nema arðgreiðslur fyrir árin 2021 til 2025, þetta 5 ára tímabil, 110 milljörðum króna. En ég vil taka það fram að þó þetta séu vissulega háar fjárhæðir ef við setjum afkomuna í samhengi við stærð félagsins að þá hún hófleg og við viljum gera betur. Nú, það mikilvægt að halda því til haga að á sama tíma og Landsvirkjun hefur gengið vel að þá hefur viðskiptavinunum líka gengið vel. Og raforkusamningarnir okkar, þetta ekki hilluvara, heldur eru þeir í stöðugri þróun til þess að mæta þörfum viðskiptavina á hverjum tíma og breyttum heimi. Og þannig búum við til meiri verðmæti saman. En framundan mikilvægasta og mesta endursamningaskeið í 60 ára sögu Landsvirkjunar og lykillinn að hærri arðsemi framtíðar. Og almennt séð eru tækifæri í endursamningum, en það eru líka áskoranir. Þetta eru stærstu viðskiptasamningar sem eru gerðir hér á landi og það hart tekist á. Og við erum ofta að takast á við reynd og öflug samningateymi sem ekki bara að semja raforkukaupin hér á landi, heldur líka á Nýja-Sjálandi, Noregi, Kanada og víðar. Og átöngin fara ekki bara fram við samningaborðið, það hefur reynslan kennt okkur, heldur líka fara að hitta ráðamenn, aðila úr nærsamfélaginu. Það dæmi að dregja sig úr raforkunotkun, fara í kaupskyldu til að setja press á samningaviðræðurnar, kjarasamningar bundnir við útkomu úr samningaviðræðunum, hótað að loka og farið í blöðin. Og það eru líka dæmi taktík sem gengur út á að sverta fyrirtækið og stjórnendur fyrirtækisins. En þó að hart sé tekist á, að þá hefur okkur alltaf tekist að ná saman á lokum og við viljum ná saman með okkar viðskiptavinum. En við skulum vera meðvituð að allar verksmiðjur sem einhvern tímann opna, þær munu einhvern tímann loka. Og viðskiptavinir okkar eru í harðri alþjóðlegri samkeppni og þau velja sér þá staðsetningu sem hentar best þeirra rekstri hverju sinni. Þau eru með fullt af valkostum. En samningsstaða Landsvirkjunar, hún þó betri í endursamningum heldur en þegar samið var í upphafi. Og hækkandi kostnaðarverð nýrra virkjana áskorun fyrir Landsvirkjun. Við höfum þegar nýtt hagkvæmustu kostina og þannig byggt upp okkar rekstur. Og þetta ekki sér íslenskt fyrirbæri, heldur þetta sama þróun og raforkuframleiðendur út í heimi standa frammi fyrir. Það almennt séð að verða dýrara að byggja nýjar virkjanir. Og raforkuverð í samningum Landsvirkjunar og stórnotenda fer eftir fjöldamörgum þáttum, meðal annars stöðun á alþjóðlegum orkumörkuðum, stöðun á afurðamörkuðum og eins og við þekkjum að þá getur staðan á afurðamörkuðum verið krefjandi, við getum tekið dæmi af kísilmörkuðum og við slíkar aðstæður, þegar aðstæður eru krefjandi á afurðamörkuðum að það getur torveldað aðilum að ná saman. Og Landsvirkjun fyrirtæki í ríkiseigu og við megum ekki selja raforkuna undir kostnaðarverði vegna þess að það geti falið í sér ólögmætan ríkisstyrk
og enda engin ástæða til þess að selja á undir kostnaðarverði. Mér langar til þess að beina athygli ykkar að þessari fallegu mynd. Þetta úr vélarsal Fljótsdalsstöðvar fyrir austan og það eiginlega alveg magnað að koma inn í virkjanirnar, tilfinningi sem að fær, þetta svo mikið hönnunar undur. Það allt svo hreint, snyrtilegt, allir hlutir á sínu stað og þessi mikla natni sem lögð í viðhald virkjana að hún skila sér í reksturinn. En ég kom inn á það áðan að okkur hefur gengið vel að endursemja við okkar viðskiptavini. Við höfum endursamið í tvígang við Rio Tinto, oftar við Norðurál og það var gerðardómur sem úrskurðaði raforkuverð til Elkem þar sem aðilar náðu ekki saman. En stærsti raforkusamningurinn eftir og það samningurinn við Alcoa Fjarðarál fyrir austan en álverið notar þriðjung af allri raforkunni sem að Landsvirkjun framleiðir. Og það var miklu kosta til fyrir austan til þess að koma starfseminni á laggirnar og samningurinn mjög langur, 40 ára samningur, þannig að allt frá upphafi var gert ráð fyrir verðendurskoðun miðbik samningsins. Þannig að við erum að gera ráð fyrir nýju raforkuverði fyrir seinni helming samningstíman 2028 til 48 og við séum að sækja svipaðar hækkanir úr öðrum samningum og hærra raforkuverð muni skila sér í hærri arðsemi félagsins. En í upphaflegu samningaviðræðunum gekk ýmislegt á, en það var líka slegið á létta strengi. Og aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar á þeim tíma var Jóhann Maríusson og hann átti það til að setja á blað tækifærisvísur. Og eftir einn samningafundinn, eftir árið 1997, sett hann nokkra línur á blað og þetta lýsir kannski vel andanum í samningaviðræðunum. Og þetta á ensku, annars hefði ég sjálfsögðu valið íslensku, að þetta Power Price Blues. Did they say lovable? We said likable. Did they say bearable? We said affordable. Did they say financiable? We said doable. Did they say profitable? We said agreeable. Who said what? En samtalið sem sagt í gangi og á vonandi eftir að ganga vel. En mér langar til þess að ræða líka við ykkur aðeins alþjóðlega samkeppnishæfni. Og við þekkjum öll stöðuna í heimsmálunum og það óþarfi að rekja þá sögu hér. En það klárt mál að óvissa í heiminum í dag miklu meiri en áður. Og heimur var hratt mun flóknari og umgjörð viðskiptalífs og áherslur landa hafa breyst. Og í þessu umhverfi að þá hafa lönd lagt meiri áherslu á að treysta sína samkeppnishæfni. Og það hefur verið dregið úr alþjóðaviðskiptum, meðal annars með tollum, niðurgreiðslum og fleiru. Nú, Ísland útflutningsdrifið hagkerfi og það skiptir okkur miklu máli að hafa greiðan aðgang á alþjóðamörkuðum og að leikreglur séu sanngjarnar þegar samkeppni annars vegar. Og það má segja að hinar ýmsu stuðningsaðgerðir erlendis séu ósanngjarnar gagnvart lítilli þjóð með stóra stórnotendur. Og við höfum ekki burði til þess að niðurgreiða starfsemi okkar stórnotenda, enda engin ástæða til og við erum ekki að leggja það til. En mér langar til að koma aðeins meira inn á samkeppnishæfni, fjalla aðeins Evrópu og taka dæmi af Þýskalandi. Eins og við þekkjum þá staðan í Evrópu þannig að iðnaður í álfunni hefur farið hnignandi. Hér dæmi af Þýskalandi, þessu sögulega mikla iðnaðar- og efnahagsveldi og frá árinu 2021 að þá hefur iðnaður í Þýskalandi dregist saman 18% með tilheyrandi áhrifum á efnahagslífið. Og það hátt raforkuverð, sveiflukennt raforkuverð og lítill fyrirsjáanleiki meðal annars sem að kenna. Og Evrópa leitar logandi ljósi að lausnum hvernig treysta megi samkeppnishæfni álfunnar og ein af þeim leiðum sem verið að horfa til í ríkara mæli langtíma raforkusamningar. Og við getum kallað þetta íslenska módelið, þetta samningar eins og við höfum verið að gera það árum og áratugum saman og vitum að virkar vel, gefur iðnaði mikilvægan fyrirsjáanleika og orku fyrirtækjum sömuleiðis. En þegar fjallað þróun iðnaðar í Evrópu og hvernig iðnaður í Evrópu hefur farið hnignandi, að þá tvær markverðar undantekningar og það Ísland og það Noregur. Og í þessum tveimur löndum stendur iðnaður sterkt. Stórnotendur í þessum löndum hafa verið að vaxa, færa sig í verðmætari vöruframleiðslu
og hafa verið að tryggja sér langtíma samninga. Og kannski það einmitt besti mælikvarðinn á samkeppnishæfnina, hvar iðnaður stendur sterkt og þar sem stórnotendur og iðnaður að vaxa hönd í hönd. En ef við komum að samkeppnishæfni Íslands, þá mikilvægt að líta inn á við og við þurfum að horfa á þau atriði sem við höfum stjórn á. Og mig langar til að tiltaka sérstaklega 3 atriði sem snerta hagkvæmni og skilvirkni. Og í fyrsta lagi það tiltaki hagkvæmra virkjunarkosta sem að standast alþjóðlega samkeppni og síðan það leyfisveitingamálin þar sem að ferlin þurfa að vera skilvirk án afslátta en þau þurfa að standast tímalínur og síðan það í þriðja lagi flutningskerfi raforku. Og það kannski ekki allir meðvitaðir það að flutningskerfi raforku hér á landi hvað áreiðanleika varðar með því sem allra best gerist og það skiptir iðnaðinn í landinu ekki litlu máli að hafa vissu fyrir því að fá raforkuna afhenta. En á sama tíma þá það grundvallar atriði að flutningskerfi raforku sé hagkvæmt og samkeppnishæft á alþjóðavísu. Alveg á sama hátt og það grundvallar atriði að orkuvinnslukerfi það sé hagkvæmt og samkeppnishæft á alþjóðavísu. En ég nefndi 3 atriði sem að snerta samkeppnishæfnina en það auðvitað hægt að tína til fleiri atriði sem að líka skipta máli. Laun, fjarlægð frá mörkuðum, ýmsar niðurgreiðslur, styrkir, skattar, gjöld, aðgangur að vinnuafli, menntunarstig og samkeppnishæfnin að það summan af öllum þáttum. Og við getum keppt á atriðum eins og háu þjónustusstigi, vera sveigjanleg og ease of doing business eða má sletta. En það töff að selja raforku og það ekki rétt að það sé endalaus eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku. Vegna þess að ef við erum ekki samkeppnishæf að þá fer eftirspurnin annað. En 75% af raforkusölu Landsvirkjunar fer til málmbræðslna og þetta langir samningar og traustir viðskiptavinir þannig að við sjáum fyrir okkur á komandi árum þá verði áfram langstærsti hluti raforkusölunar í þennan geira. Og í dag það í kringum 3% af raforkunni sem við framleiðum sem fer til gagnavera og þetta 3 gagnaversviðskiptavinir, það Atnorð, Borealis og Vörn. Og hvað þróun í gagnavesiðnaði varðar að þá fylgjast við þetta vel með og þetta geysi mikið uppbyggingarskeið sem nú á sér stað og þá má segja að Norðurlöndin séu komin á kortið og stóru tæknirisarnir þeir hafa komið sér upp gagnaverum á Norðurlöndunum auk fjölda annara gagnavera og þá má segja að Ísland sé líka komið á kortið. Og ég segi loksins vegna þess að það ekki rosalega langt síðan að kom kippur í áhugan og það kom kippur í eftirspurnina og þetta tækifæri fyrir okkur. En gagnaverið sem í viðskiptum við okkur að þau hafa öll sammerkt að þau hófu sína starfsemi hér á landi. Við erum stolt af þessu, þau eru með íslenska rætur og þau hafa verið að færa út kvíarnar, þau eru komið starfsemi í Finnlandi, í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og þau hafa viljað vaxa hér á landi en orkan hefur ekki verið til. Þannig að má segja að við höfum farið á misvið tækifæri til atvinnuuppbyggingar og til verðmætasköpunar og þetta auðvitað umhugsunar efni fyrir okkur. En á jákvæðu nótunum að þá ég að segja að við það að heimsækja gagnaversviðskiptavina að þá verðum maður býsna forlyftur. Og við vorum fyrir norðan að skrifa undir nýjan raforkusamning við Atnorð og Akureyri rétt fyrir áramót. Og mér best að lýsa þessu þannig að krafturinn í uppbyggingunni hann nánast áþreifanlegur. Alveg sama þegar ég heimsótti gagnaver Atnorð í Finnlandi sem risið á mettíma á mörgum hæðum þegar við förum til London, miðborg London sem að Vörnum gagnaver og síðan á stefnuskrána að heimsækja gagnaver Borealis í Finnlandi. Og í síðustu viku bárust fréttir af því að gagnaver Atnorð hefði verið selt til bandarísks tæknirisa fyrir 500 milljarða króna og við óskuðum innilega til hamingju með áfangan. En Ísland í stöðu til að vera þátttakandi í þessari stóru tæknibyltingu sem að nú á sér stað og þetta spennandi tækifæri fyrir Landsvirkjun og fyrir Ísland og vonandi verður við komin nær því að selja 10% af raforkunni til gagnavesiðnaðar á Íslandi að einhverjum árum liðnum. En í raforkusölu höfum við góðan grunn að byggja á. Álverin eru frábær kunni, stöðuga notkun, fyrirsjáanlega notkun allt árið kring.
En stefna fyrirtækis hefur alla tíð verið að fjölga viðskiptavinum frá fjölbreyttar iðngreinar og fjölbreytta viðskiptavinni. Þess vegna er svo ánægjulegt að fylgjast núna við gagnaverunum og landeldisfyrirtækjunum sem eru að taka sín fyrstu skref. Og fyrir 10 ára síðan þá eru líklega fáir sem hefðu gert sér í hugarlund að það væru landeldisfyrirtæki sem væri að vera stórnotendur raforku hér á landi og það var áhugavert að velta í fyrir sér að öðrum 10 ára liðnum hvaða nýju stórnotendur séu komnir þá fram á sjónarsviðið. En öld raforkunnar er runnin upp samkvæmt nýrri skýrslu Alþjóða orkustofnunarinnar og stofnunin gerir ráð fyrir því að eftirspurn eftir raforku á heimsvísu muni halda áfram að aukast á næstu 5 árum. Og raforkan verði mikilvægasta orkustoð hagkerfa heims og grundvöllur fyrir samkeppnishæfni iðnaðar, stafræna þróun og orkuskipti. Og ég ætla aðeins að plugga því að ef þeir eru forvitin og vilja vita meira öld raforkunnar að þá erum við með LinkedIn síðu viðskiptagreiningar og við fáum QR-kóðan upp hér rétt og eftir. En við höfum byggt upp framúrskarandi lífskjör og við höfum gert það með því að nýta styrkleika okkar og tekið þátt á alþjóðlegri samkeppni og alþjóðlegum mörkuðum. Og þá fyrir rúmlega 60 árum síðan þar sem ákveðið var að stofna Landsvirkjun og selja raforku á alþjóðlega markað. Og markmiðið var alveg skýrt, það var að skapa verðmæti og auka lífsgæði. Og niðurstaðan verður vonandi sú hin sama hér eftir sem hingað til, þannig að komandi kynslóðir fá að njóta ávaxta vinnu okkar í dag. Og þá má síðan rökræða hvort að framtíðin sé björt eða krefjandi og þau sem halda því fram að framtíðin sé björt og þau sem halda því fram að framtíðin sé krefjandi, þau hafa líklega öll eitthvað til síns máls. En við erum óhrædd við krefjandi verkefni framundan og munum leysa þau hendi með fullvissu þess að þá verði bjartara yfir. Takk fyrir.